kannski byrja á einu sem mjög jákvætt. Það nefnilega eitthvað fjarvís. Þið eru örugglega búin að sjá að það oft eitthvað torskiljanlegt í fjarvís að átta sig á því hvaða breytileika eru í viðkomandi kind. Ég get bara, kannski opna ég bara eina svona kind, það er bara til að sýna það. Þið þekkja örugglega ekki öll þessar upplýsingar sem koma fram eftir afgerðagreining átti sér stað. En vandamálið var alltaf í stuttu máli að það stundum 1 flakk og stundum 2 flakk og það sást ekki alltaf allt, sérstaklega ef það var grátt flakk að ræða. Og það breytist mjög líklega á morgun. Það átti að vera í dag en því miður tókst það ekki út af veikindi forritarans. Og það verður miklu einfaldara en bara svona kannski aðeins að sýna hvað verður munurinn. Bara núna hérna bíða ég átti auðvitað að opna þetta fyrr en það var eftir síðustu sekundu eins og oft. Núna kemur þetta hérna smám saman upp. Netsambandið ekki nógu gott greinilega. Það er skrítið. Kannski það reynt að skipta kerfinu út og þess vegna það svo hægt en það gerir ekki til, þá fer ég bara beint inn í þetta hvernig það verður í framtíðinni. Eins og þegar við voru kannski búin að sjá, voru nokkrar rannsóknir í gangi sem líka tvær lykilrannsóknir. Eitt voru þessi næmispróf í tilraunaglasi sem var kallað PMCA-próf í Frakklandi hjá Vincent til að meta vernd afgerða eða breytileika. Og hitt var að bera saman afgerðir mismunandi kinda úr gömlum riðuhjörum. Það voru bornar saman jákvæðar kindur og neikvæðar kindur og hvaða afgerðir þau voru með. Og það kallast á ensku case control studies og það mjög mikilvægur samanburður við næmisprófin. Það sem næmisprófin auðvitað í tilraunaglasi. Maður verður að vera viss að þetta sé eins í íslenska raunveruleikanum. Við íslenska kindur, íslensk riðusmitefni og þess vegna var það nauðsynlegt að hafa bæði og. Og niðurstaðan úr þessum 2 rannsóknum í rauninni þessi flokkun sem ég ætla að sýna ykkur núna á skjánum. Skal ég prófa hvað það gengur. Sjáu þið eitthvað? Já. Frábært. Sem sagt, það svona einhvers konar litaflokkun og eins og þið vitið í fjarvís nú þegar einhver litaflokkun notuð og það núna þannig að ARR dökkgrænt og eins og hérna og ARQ gult og VFQ rautt. En það sem var áður bara ennþá að það 1087, 701 og 188 var allt grátt. Á meðan AHQ var blátt. Þannig að það var svona eitthvað ruglandi á mínu mati og á mörgum mati margra mati að það einlega var óljóst hvaða breytileika að ræða, 287 eða C151 eða 188. Það þurfti eiginlega að fara inn í viðkomandi grip til að sjá þetta betur. Og það breytist núna, þannig að í fjarvís verður vonandi á morgun og segjum kannski til öryggis hinn daginn, á föstudaginn, verður þessi litaflokkun notuð hjá öllum kindum sem með afgerðagreiningu. Já, þá verður einlega ARR dökkgræn, 1087, AHQ sem líka sumir kalla H154 og C151 ljúsgræn og svo N138 blátt, ARQ og VFQ óbreytt, gult og rautt. Og það þýðir í rauninni núna að við erum ekki bara með eina verndandi afgerð, einn verndandi breytileika sem var ARR.
heiltum við með 4, en það einn munur þar sem kallast núna mögulega verndandi hjá MAST-aðilega, það var þeirra óska hafa þetta orðalag. Það ljósgrænt við þessa 3 breytileika. Þar sem þessir 3 breytileikar komu mjög vel út í þessum 2 rannsóknum og það leit einnig þannig út að það væri eins verndandi og ARR. En það eina sem skortir okkur svo að segja sönnunargögn úr fleiri riðuhjörðum, sérstaklega fyrir reyna ástandið breytileikans. Þannig að ef maður hefur til dæmis þetta venjulega 1087 saman við ARQ sem kemur mjög oft fyrir afblendu fyrir 1087, þá bara mjög fáir gripir í riðuhjörðum ennþá sem við fundum sem voru til staðar yfir höfuð. Allir þessi gripir voru neikvæðir, þannig að við höfum aldrei fundið neina kind með 1087 sem hefur verið jákvæð, hvorki á Íslandi né í öðrum löndum. En tölurnar það lágar að það ekki hægt að segja að sé tölfræðilega marktæk. Þannig að það gæti verið tilviljun ef maður tekur það stráng, en allt bendir til þess að það sé ekki tilviljun. En til þess þurfum við svo að segja bíða aðeins lengur til við erum komið með fleiri gögn, bara til sönnunar. Það lítur betur út með AHQ, það erum við með marktæk gögn varðandi AHQ ARQ, en við vitum ekki til dæmis afreind AHQ. Það líklegt að það sé ennþá meira verndandi, en til að vera vísindalega, svo að segja, vísindalega rétt, við þurfum líka að bíða eftir því að fá fleiri gripir sem með þessa aðgerð til að sanna þetta. Það ástæðan fyrir því, svona í stuttu máli, að þessir 3 breytileikar bara ljósgrænar, en ekki dökkgrænar, breytilegar ekki dökkgrænir og ARR. Kannski eitt varðandi N88, það virkaði greinilega líka verndandi en ekki eins sterkt og heitt. Og þess vegna var það flokkað núna blátt, svo að segja sem lítið næmt. Og það kannski stærsta breytingin sem áður fyrr var alltaf sagt að AHQ kallast lítið næmt og það núna bara allt öðruvísi, það núna N88 sem lítið næmt. Hitt sem sagt áfram eins og var og það sem sagt grunnurinn af þessu sem gerist þá í fjarvís. En hver og einn gripur með 2 eða 2 genasamsætur. Frá móður og frá föður auðvitað, þannig að það alltaf í rauninni 2 heimingjar sem það var að taka tillit til. Og ef gripurinn ekki afreind, það báðar genasamsætur með sama breytileika, þá getur verið mismunandi hvernig þessi breytileika virka saman. Og þess vegna vorum við að setja upp, kannski að mynda þetta aðeins, við þegar að fara inn þannig að það sést allt. Já, sést það allt núna, já, ég held það. Núna það þannig að maður hefur flokkun fyrir ýmsar samsetningar og það verður líka þannig í fjarvís að það til dæmis þessi rútur sem núna komin á stuð sem heitir Reit frá Þörnunesi, þessi afreini rúturinn frá ARR, hann með 2 flokk sem dökkgræn. En til dæmis gullmóli, hann með flögg sem dökkgræn og gul, þar sem hann afblending fyrir ARR og hinum megin ARQ sem næm, þannig að maður var að taka tillit til beggja breytileika. Og það eitthvað sem verður mjög einfalt að sjá núna í framtíðinni við hvernig grip á meðan það einhver aðgerðinni til. Það þessar góða fréttir sem gera vonandi margar spurningar útþarðar sem komum fram svona síðustu vikurnar. Þegar við fekk svona tilvíða margar spurningar í þessa átt hvað það þýðir og hvernig maður finnur út hvort það sé 701 til dæmis ef það grátt N88 eða eitthvað allt annað. Já, kannski líka gott að klára þessa truflu, það að segja það sem hægra megin í þessum dag. Það sem sagt já eða grænt, það þýðir að þessar aðgerðir, samsetningar úr 2 breytileikum,
má flytja á milli bæja þótt það sé riðuhólf að ræða og þessir gripir verða ekki skotnir niður í riðutilfellum á bænum. Þannig að það auðvitað mjög mikilvægt einmitt núna á Stórhóli eins og þið kannski búin að fylgjast með. Einmitt þessi gripir sem með svona aðgerðir sem núna hérna með grænt hægra megin, þessi gripir lifa áfram og það svona mikill kostur að það loksins, já, við erum komin á þann stað að ekki drepin allt. Allt sem með nei sem sagt það næmt að við mætum ekki með því að flytja þetta á milli hjarða og heldur það ekki skynsamlegt að láta hann lifa í riðuhjörðum sem það mjög mikla líkur á því að þessar kindur veikjast ef smitefni í umhverfinu. Þið getur auðvitað alltaf spurt núna inn á milli ef þið segja eitthvað sem kannski of mikið einu eða ef það vakna einhverja aðrar spurningar, þið getur alltaf bara sagt mér, býttu aðeins þá bara gerum við smá hlé og þið getur spurt hvenær sem bara til að undirstrika þetta. Þannig að ljósbláa þarna í rauninni N138? Nákvæmlega, alveg rétt. Okay. Þannig að það eiginlega allt sem fyrst það bara einn breytileiki sem blár, sem N138 í rauninni þarna í töflunni aukljúst, að meðan allt sem ljósgræn, það gæti verið 487 eða 701 eða AHQ, líka samansett. Til dæmis þetta gæti verið til dæmis líka 487 hérna vinstra megin og hægra megin 701. Það líka hægt. Okay. Og það kallast sem sagt núna mögulega verndandi eða MVAF eða í skammstöfum hjá MAST og það eiginlega hægt að túlka þannig að það líklega verndandi. Ég myndi eiginlega orða það aðeins sterkara en það var þeirra ósk að nota þetta orðaval og auðvitað það sem sagt skynsamlegt að vera varkár, þess vegna, já, best að hafa, taka tillit til þess. Það þetta, kannski þetta heilstæði þessi grunnur sem verður notkun núna í framtíðinni. Það komið í gegn núna til dæmis eins og AHQ megi seljast þó að sé á riðusvæði? Ég held það sé bara núna tímaspursmál næsta sölutímabil. Það sem auðvitað það alltaf bara á haustinn, en það hefur alltaf verið leyfilegt bara fram á svona venjulega það bil 20. október áður en búið að hýsa fé og ég geri ráð fyrir að næsta haust verður það leyfilegt. Þannig að já, það ekki búið að ræða þetta svona 100%, segi kannski virkilega svona 100% við MAST, en ég geri ráð fyrir því að það gengur í gegn. Og ef það verður eitthvað vandamál þá ég bjartsýn að við finnum lausn fyrir það að það verður þannig. Sem auðvitað mjög jákvætt akkurat í ykkar tilfelli þar sem þið með mikið AHQ í forystufé, það ekki rétt hjá mér? Jú. Einmitt, þannig að það auðvitað frábært að það hægt einmitt að selja svoleiðis líka sem ekki á þessum reinum sölusvæðum sem var áður bara eini möguleikin að fá sér AHQ inn í stofnun ef maður rækast forystufé. Það mjög jákvætt á mínum mati. Já. Já, fleiri spurningar? Það ekki, þannig að já, ef það vakna einhver spurningar seinna, það alltaf hægt að hoppa tilbaka líka. Það kemur stundum bara seinna. Ég var nefnilega undirbúa svona aðeins hérna varðandi erfðir. Það sem oft þessi spurning hvernig erfist það? Það nefnilega þannig, ég tæði Eyþór á undan, var ég rétt fyrir fundin. Og hann sagði þótt þessi breytinga með flöggin sé komin inn í fjarvís, þá verður þetta samt ekki alveg 100% virt með varburðnar. Núna var það hægt að fara saman í fjarvís ákveðna rúta, ákveðna ær og láta reikna út hvaða líku þá með varandi ákveðna
afgerð hjá lömbunum. Þannig að það ekki virt núna strax, en í rauninni þegar þið eru búin að skilja einu sinni hvernig það vist, þá þurfi ekki svona væpurun sem á sér stað í taugu, heldur þið geti, svo að segja, reiknið þetta út bara sjálf. Þess vegna myndi ég bara reyna núna að útskýra þetta einu sinni og vona að það sé nokkuð skiljanlegt, þannig að þið geti bara gert þetta sem sagt bara á eigin vegum í framtíðinni. Já, ég reyndi að sýna þetta þannig að móðurinn alltaf sýnd í svona 2 háfrengum og faðirinn svona, sexkantað heild. Og það alltaf 2 heimingjar sem hver og einn skepna með, svo að segja 2 genasamsætur frá móðurinni og 2 genasamsætur frá föðurnum. Þegar þessi 2 eru para saman, þá kemur lamb út. Til dæmis segjum 1 lamb og þetta lamb hefur auðvitað bara, svo að segja, aftur pláss fyrir 2 genasamsætur. Og það nú spurning hvaða genasamsætur það eru. Það eru líka 4 hérna í boði, en bara 1 samsæta kemur frá móðurinni, annarkvort þessi bláa eða þessi gula, og bara 1 genasamsæta kemur frá föðurnum, annarkvort græna samsætan eða gráa samsætan. Og það spurning hvað kemur núna fram í lambinu. Og ef það eru 2 lamb, auðvitað það ennþá þá fleiri möguleikar, sem það kannski eitt mikilvægt grundvallaratriði. Þótt það séu tvílembingar, til dæmis, eða þrílembingar, þá getur samt verið afgerðin misjöfn hjá þessum lömbum. Þessum lömb venjulega tvíeggja tvíburar, ekki eineggja, þess vegna getur það verið misjöfn. Og ef maður með 4 lömb, þá getur það verið 4 mismunandi afgerðir. Sem sagt, 2 plus 2 genasamsætur halva árið, en sem sagt bara 1 samsæta frá móðurinni og 1 samsæta frá föður. Það getur verið til dæmis þannig að þetta bláa kemur saman með þetta gráa. Það það 25% líkur á því, bara tölfræðilega, eða það getur líka verið þetta gula og þetta græna, líka 25% líkur, eða blátt og grænt, 25% líkur, eða loksins líka gult og grátt, líka 25% líkur, samtals 100%. Þannig að, ef maður sér þetta allt saman, þá hefur maður einlega flóknasta dæmi þegar það eru báðir foreldrar afblendnir og það eru 4 mismunandi breytileikar. Það líka flóknasta dæmi sem hægt að hugsa sér. Allt sem kemur eftir það miklu einfaldara. Ég segi það kannski fyrirfram, það sem núna lítur kannski bara mjög litskrúðugt út en kannski ekki mjög skiljanlegt eða frekar ruglandi. En kannski sem sagt ef þið kíkja á þetta seinni í rólegheitum og horfið á þessa upptökur, þá verður það vonandi nokkuð ljóst. En ég bara, einmitt þetta sem ég sýndi áður núna bara hérna aftur hægt að sjá. Einlega alltaf þessi heimingur getur parað sér við þennan eða þessi við þennan og svo framvegis. En alla möguleika sem maður hefur, prófa maður bara og alltaf það 25% líkur. Fyrst það eru 4 genasamsætur. Það ástæðan fyrir því. 100% deilt með 4 eru 25% og það ástæðan fyrir þessa 25% líkur. Ef maður að spá í sérstaka afgerð, til dæmis þetta bláa, ef við segjum þetta sé til dæmis ARR og maður vill ræta ARR, þá hérna aukljós, hérna ARR og hérna ARR 25 plus 25, eru samtals 50% líkur á eitthvað blátt eða með öðrum orðum þá bara með eitthvað með ARR. Og hitt og ekki með ARR, það bara eitthvað annað, kannski það líka einhvern veginn til gagns, en sem sagt, ef maður spá í ákveðna afgerð, þá getur maður reikna fljótlega út. Ef annar foreldri allt blendið fyrir ARR, þá 50% lambanna, þessi hérna eða þessi, með ARR, sem líka mjög gott, svona
strax helmingurinn. Það getur líka verið meira ef maður er heppinn. Auðvitað getur líka verið minna ef maður er óheppinn, það snýst bara líkur, þannig að það getur verið frávik. En því fleiri lömb koma út úr þessu, ef rútan væri til dæmis með 100 lömb, ef hann er fullorðin rúta og er með 50 ær, kannski segjum hann fær 100 lömb, þá er það mjög líklega að 50 lömb er þá með ARR. Já, ef við höfum svona annað dæmi, það verður svona aðeins einfaldara ef báðir foreldrar eru afblendnir, en það eru bara, svo að segja bara, 3 mismunandi breytileikar. Aftur 2 samsætur frá móðurinni, 2 frá föðurnum og segjum bara að bæði eru með ARR. Hérna er ARR og hérna þetta bláa og þá getur við líka verið þessi samanburðun eða svona, eða svona, eða svona. Og við sjáum núna, hérna er það blátt, 25%, hérna er ekkert blátt, þannig að þetta er út. Hérna er 25% og hérna líka. Og það eru samtals 25 plus 25 plus 25 eru 75% líkur á eitthvað blátt, sem er líka mjög gott. Þannig ef maður er með báða foreldrar sem eru með ARR, þótt þessi afblendnir, fær maður mjög mikið út sem er að bera ARR. Og meira að segja 25% lambanna getur verið afbreytt. Þannig að báðum megin er blátt, báðum megin með ARR. Og það er alltaf það sem maður er að stefna á afbreytt. Við sjáum líka núna fljótlega af hverju það er gott þar sem þá þarf maður að afgreina minna. Því fleiri gripir eru með afreina breytileika. Því örgara verður útkoman, því meira veit maður fyrirfram, getur reiknað út fyrirfram hvernig lömbin koma út. Til dæmis núna, ef við erum með annað foreldri afblendið, til dæmis sem móðurinn sé afblendin og faðurinn sé afreitt fyrir ARR, sem verður þetta bláa sé ARR. Það eru það 3 mismunandi breytileikar en faðurinn er afreitt og þá verður það strax mjög einfalt. Þið sjáu það kannski þarf ég ekki að útskýra allt, en þetta hérna megin er alltaf blátt og öll lömbin eru með blátt með. Þess vegna er það 4 sinnum 25% sem eru samtals 100%. Sem eru með eitthvað blátt. Þannig að þessi rútur erfir á öll sín afkvæmi þennan breytileika ARR. Sum þeirra verður þá með þetta gula og sum þeirra verður með þetta gráa á móti sem móðurinn er ekki með neitt ARR en það er alltaf 50% líkur á því. En samt er sem sagt, fyrst við vitum að ARR er sterklega vendandi, gerir það eiginlega ekki mikið til hvað er á móti, við erum alltaf með vendandi gripi sem koma út frá þessum rút. Og núna verður það ennþá einfaldara. Ef við hugsum okkur að báðir foreldrar séu svo sé með sömu afgerð, þannig að báðir afblendnir fyrir ARR og alltaf það sama á móti sem til dæmis það sé ARQ sem er algengast auðvitað í stofnunum í dag, sem bara þessi ARR og ARQ og hérna farin sé líka með ARR og ARQ. Það eru 2 mismunandi breytileikar og þá kemur það þannig út að 25% líkur er að svona samsetningu og svo það sama er aftur 25%. Samtals er það 50% líkur og svona útkoma eins og foreldrarnir eru sjálfir. 25% líkur eru á afreind ARR og 25% á afreind ARQ sem auðvitað það sem maður vill ekki. En auðvitað útkoma mjög fín ef maður segir 75% samtals er með eitthvað blátt og ekki nema 25% sem maður myndi ekki setja á. Og þá næsta er það, ennþá einfaldara þar sem þá veit maður allt fyrirfram. Ef báðir foreldrar eru afreinir, það er það eiginlega alveg sama hvort það sé sami breytileikinn, bæði til dæmis með ARR, eða hvort það sé með ARR og með ARQ afreind,
segjum til dæmis núna móðurinn sé afreind fyrir ARR og faðirinn sé afreind fyrir ARQ, þá veit maður að öll lömbin eru með ARR, ARQ. 100% líkur, alveg öruggt. Það er bara ekki hægt að tala líkur, þetta er bara staðreynd. Það getur ekki verið neitt annað en það. Í þessu tilfelli þarf maður ekki að afgreiða. Ef maður er með svona purun, þá er það eiginlega þannig að maður þarf bara að afgreiða þessa foreldra en engin lömb undan þeim. Og í lokin, lang einfaldast, báðir afreinir og bara einn breytileiki. Það er þannig að það er ekkert annað til. Móðurinn er afrein ARR og faðirinn líka og þá getur ekki komið neitt annað en ARR og það er líka alveg öruggt. Það þarf ekki að afgreiða neitt. Og það er oft markmið líka í öðrum löndum þar sem allir eru að einbeita sér að rækta bara ARR. Þá þess vegna er það hefur verið þannig að ríkið hefur stutt afgreiningar í mjög miklu mæli þarna í upphafi ræktana prógramsins sem þau hafa gert þessi lönd í Evrópu og fljótlega var hægt að rækta eingöngu þessa afgerð og því fleiri gripir voru þá afreinir því minna þörf voru í rauninni þá að afgreina afkvæmin. Það sparar þá fljótlega tíma ef maður setur, ekki tíma, já líka tíma en alveg að segja peninga, ef maður setur frekar mikið pening í þetta upphafi en ekki, það þarf ekki að setja mikið meira ef allir er að rækta markvisst á þessum gagnagrunni. Já, þannig að þetta heildstæði kringum þér. Ég vona að sé svona nokkuð megin skiljanlegt. Annars, sagt, ég hætti að horfa á þetta aftur og ég get líka senda ykkur þetta skjal eftir viljið þetta PDF-skjal. Það er hægt að hafa þetta til hliðsjónar þegar þið eru að reikna þetta út fyrir ykkur. Þannig að þið getur bara skipt þessa liti út með hvaða afgerð sem er. Til dæmis líka þetta græna gæti verið 1087 og þetta gráa gæti verið 188 eða hvernig sem þið viljið. Bara setja þetta inn sem ykkar kindur er með hvert skiptið og þá sjáið sjálfkrafa í rauninni hvað kemur út á lömbunum. En vitið eitthvað hvort þessi munur á breytileika sem erfast eða þá bara eins og AHQ, hvort það sé sterkara ef það er AHQ eða ef það er breytileiki? Ertu að meina sterkari í erfðum eða í verandi verndargildi? Já. Ég er að meina, ertu að meina erfist það sterkara áfram eða ertu að meina að það virkar meira verndandi gegn riðusmiti? Já, hvort það erfist meira áfram, til dæmis eins og AHQ eða breytileikar. Það er allt eins hjá öllum breytileikum, þannig að það er í rauninni alveg sama hvort það sé ARQ eða AHQ, það erfist allt á sama hátt. Það er kostur, þess að það er það einfaldara að svo segja reikna út. Sumir segja auðvitað það sé ókostur ef maður vill kannski að eitthvað sem er gott sé sterkara að erfast áfram. Sumir segja meira að vaðekku sé líklegra að erfast áfram en það er bara tilviljun. Það eru bara of fá lömb þá og það er þessi tvöfræði eitthvað þannig að það getur farið í aðra átt. Til dæmis hjá mér var þannig líkurnar að fá 287 lömb í vor voru 50%, þar sem ég var með einn út sem var afblendinn fyrir 287 og já, sem sagt, samkvæmt tvöfræði hefði átt að vera af þessum, segjum kannski 20 lömbum, áttu 10 að vera með 287 en ég var svo heppin að það voru 15 lömb í stað fyrir 10 með 287. Þá gæti maður sagt, já, það er augljóst, 287 er þetta sterkara en það var bara út af því að það eru bara 20 lömb og það er einnig oft lítið magn til að segja það sé virkilega marktækt að það sé einhver áhrif út frá því. Ef það hefði verið 100 lömb þá er það mjög líklega að hefði verið 50 með 287. Og það einnig gildir fyrir alla breytileika
líka fyrir AHQ eða VFQ eða ARR. Það erfist allt eins. Ok. Já, einhverja fleiri spurningar? Það er ekki. Já, ég er aðeins að kíkja hérna hvað ég var með. Það var ein spurning sem kom oft upp varðandi ARR á 1087 sem það voru auðvitað þessi tvei breytileikar sem við vissum mjög snemma að það sé eitthvað með mjög sterklega vernd, með mjög sterka vernd og bæði var mjög sjaldgæft í upphafi og þess vegna bjó ég til á sínum tíma kort yfir bæi þar sem 287 fannst upphaflega og líka auðvitað Þernunes sem eini bærinn áfram, eini bærinn þar sem ARR hefur fundist. Það kannski hafa sumi heyrt það að það átti að hafa fundist ARR einhvers staðar í Eyjafirði en það er mjög líklega tæknileg villa og það var enn ekki hægt að ná síni og þessari kind þar sem hún er enn ekki búin að skila sér heim. Það er þess vegna óljóst ennþá en satt að segja það hefur komið upp áður að það leit út fyrir að væra ARR í atkvæðagreiningum en þegar þetta sýni var endurtekið þá kom í ljós að það var bara tæknileg villa. Þess vegna er það ennþá þannig að Þernunes er eini bærinn. Ég veit ekki hvað allir vita það að það eru tvær fjölskyldur í sömu hjörð sem eru með ARR. Til dæmis núna þessi rútur sem heitir Móði sem er Gráhöfðóttur, hann er ekki skyldur Gimsteini. Bara sem dæmi. Það eru tveimur mismunandi fjölskyldum sem auðvitað svakalega heppni, sami bær, samt tvær fjölskyldur sem eru báðar með ARR. Og það hjálpa okkur auðvitað mikið að koma í veg fyrir skyldleikarækt þótt við ræktum ARR. Samt ber maður að segja að 1087 er á miklu breiðara grunn, erfðafræðilega séð, þar sem það fannst á 8 bæjum upphaflega svo að segja núna þegar við vorum að leita eftir þessu nýlega. Það fannst áður fyrr líka öðrum landshlutum sem sá Hrafnkelsstöðum og Núpsstöðum og Hesjuvöllum, Neðarvatnshorni og Enni en það er svo að segja dáið út þar sem það var annarkvort skorið niður út af riðu eða á Núpsstað það var þannig að þessar kindur fóru á mismunandi bæi og einlega þessi búskapur hættu þar og við reyndum að finna eitthvað í afkomendum þeirra en það fannst því miður ekkert með 1087. Þannig að þetta svarta er rauninni það sem er hægt að sjá nú, bara núna fyrir 2 árum þegar við byrjum að því og það er sem sagt mjög breiður grunnur og þessar hjarðir eða þessi gripir sem voru með 1087 upphaflega eru ekki skyldir gripum í öðrum fjörðum sem líka með 1087. Þannig að það í rauninni 7 eða 8 mismunandi stofnar að minnsta kosti að ræða og það mjög dýrmætt og ef maður að spyrja sig á maður að stóla eingöngu á ARR þá það allavega mín persónuleg skoðun að það betra að gera það ekki bara til að hafa fjölbreyttara grunn, nota afgerðir sem eru með mjög mikla líkur einsverndandi og það líka 1087 það sem lofa bestu út af þessum niðurstöðum á Ítalíu og mjög umfangsmiklum rannsóknum og við þá með miklu breiðara ræktunargrunn til að koma í veg fyrir skyldleikarækt. Já, það kannski bara svona eitthvað bakgrunninn og til að gefa svona smá yfirlit yfir upphafsstöðu áður en þessi ræktun byrjaði. Já. Annars ég búin að safna svona einhverjar spurningar sem komu fram akkurat núna síðustu vikur eða dagar. Ég bara byrja á einu hér. Einlega það kom upp spurning, geta kindur verið hérna 1087 eða 751 og spurningin var í rauninni þannig geta þessar kindur verið afreinar
Eins og til dæmis ARR eða AHQ. Og það var eiginlega bara út af því, þessi spurning kom upp út af því að í fjarvís lítur alltaf út fyrir að það sé eiginlega ARQ á móti og þá hélt fólk einhvern veginn að það sé öðruvísi í erfðum. Það er ekki tilfelli, það er bara eins og allt. Eins og var að útskýra hérna áður, þetta er til dæmis þetta ARR er í rauninni það sama og er 171 er 171, það er stökkbreyting í sætinu 171 eða AHQ sem er í rauninni H154. Það er kannski skýrara ef maður nota þessa skammstafi af sætunum til að sjá að það sé bara allt sama fyrirbæri, engin munur á því, allt er hægt að hafa bæði afleind eða arfleind. Já, auðvitað þessi spurning verður hægt að sjá meira til dæmis N98 og síðan er stökkbreytinga í ættartrjám í fjarvís í framtíðinni. Og það var einmitt það sem ég sagði í upphafi, það er mjög einfalt að sjá. Allavega sér maður strax ljósgræna fána og það er líka þannig í framtíðinni að það er ekki bara fáni, heldur það er líka tala í fánanum. Þannig að maður sér strax bæði að það er ljósgrænt, það er mögulega vendandi og það er til dæmis 751 eða það er kannski 287. Já, það er með æðsysturna sagt ég áður, sem sagt ef það er æðsystur sama vor, getur samverið með mismunandi afgerðir. Þess vegna er nauðsynlegt þá að afgerðina báðar systur, ef maður ætlar að setja báðar á. Og það er líka ein spurning, skiptir einhverju máli þessi röðun á afgerðunum, ef það er einhverju sérstakri röð, til dæmis AHQ, ARQ eða ARQ, AHQ, svona öfugt. Ég verð að skrifa þetta öfugt því að hafa þetta svona. Það er spurning, er einhver munur á því? En svarið er nei, engin munur á því. Það er í rauninni regla alþjóðlega að hafa þetta í stafrófsröð, þá væri þetta fyrsta væri rétt, AHQ, ARQ. En meira að segja í vísindagreinum er það oft ekki fylgt eftir, þannig að maður vill kannski undirstrika eitthvað eða bera eitthvað saman og það er það heppilegra að hafa AHQ alltaf fyrst eða ARQ alltaf fyrst, einhvern veginn þannig og sérstaklega er mikilvægt að vita hefur allt ekki áhrif á verndargildi eða svoleiðis, það er bara alltaf eins alveg sama og það heitir AHQ, ARQ eða ARQ, AHQ. Eða líka 287, 701 eða 701, 287, það er alveg sama með það. Já, þetta með skammstafina í afgerðargreiningum í fjarvís. Spurning hvort það er svona augljóst fyrir ykkur, hvernig það virkar. Það verður einfaldara í framtíðinni og þarf maður eiginlega ekki lengur þessa skammstafi. En kannski er það gott að útskýra það líka. Ef þið viljið það, eða bara gefa mér smá merki, ef þið viljið heyra eitthvað þessa skammstafi, hvað því til dæmis RC í sætinu 151 eða SN á 138, á ég kannski að útskýra þetta. Ég vona að fjarvísfæluna í gang. Bara að prófa það. Ef það fer ekki í gang þá slepp ég því, en fyrst það verður mjög einfalt í framtíð bara út af þessum flöggum, það þurfi einnig ekki lengur að þekkja þessa skammstafi. Það er ennþá hægt. En það er kannski alveg sama, ég get líka útskýrt það á annan hátt, nefnilega. Þetta bara aðeins opna eitt nýtt skjal. Það er þannig að þessi sæti sem skipta máli í íslenska fínu er 186. Við erum kannski eina töflu. Og þetta gengur ekki. Nei, það gengur þetta ekki, ég verði aftur frá upphafi. Svona 6 og þetta sé
nú í bili. 186, 137, 188 er mjög einfalt að muna, bara 3 í röð. Svo kemur 151, 154 sem er AHQ og 171 sem er ARR. Í tilfelli að ef það er stökkbreyting þar. Skrifa kannski bara hérna á bakvið. AHQ og 186 er VAFQ. Núna þið kannski að spyrja ykkur hvað er ARQ og það er einfalt þetta svar þar sem þetta er svo kallað villigerð. Það er upprunalega ástandið þar sem ef kindin er ekki með neina stökkbreytingu þá kallast það ARQ. Og það heitir bara ARQ út af því að það er ákveðna amínósýrur í 2 sætum, hérna sætin 136, 154 og 171. Það er þessi 3 sæti sem maður fann mjög snemma út að þau hafa áhrif á næmi gegn veirusmiti. Þess vegna er alltaf þessi 3 skammstafir VAFQ til dæmis þýðir að það er VAF í staðinn fyrir þetta A í sæti 136. Þess vegna er það þannig ef það er upprunalega ástandið, það stendur þetta hérna. Nei, það er öfugt. RR og hérna heitir það líka RR og hérna er það QQ. Það er það sem er upprunalega ástandið fyrir kindina. Það er alltaf 2 genasamsætur sem sagt upp á móðurinni og á börnum alltaf 1 og þess vegna kemur það tvisvar fyrir og ef kindin er afrein fyrir ARQ það lítur það þannig út. Ég hef kannski haft hérna einn dálk í viðbót. Það heitir þá ARQ. Svona er þetta svo að segja sem arfgerð. Hvernig hún heitir. Það er hérna aðeins að slökkva eitt. Aðeins. Eina sekundu. Aftur. Þarna, það er sem sagt óbreytt án stökkbreytinga. Ef það breytist núna, segjum kannski hérna 186, það er stökkbreytingu og það lítur þannig út, ef það er ARQ, VAFQ, þá er það, þetta er 81 og þá heitir þessi afgerð ARQ, VAFQ, bara út af því að í stafrófsröð er VAF aftar í stafrófsröðinni en A þess vegna kemur það svo að segja aftan, maður getur líka sagt VAFQ, ARQ, það er sama í rauninni. Ef maður notar stökkbreytingu hér, þá er það MT, þar sem T er þessi stökkbreyting, upprunalega ástandi er M og það verður að T ef það er sem sagt stökkbreyting í þessu sæti. Þetta er 81 og þá er það í rauninni T187 ARQ. Mikilvægt er að vita, eða kannski er það gott að útskýra það svona burtséð frá hinu við sem sé hérna, já. Það, ef maður segir þetta vísindalega rétt, þá er ARQ sem sagt þessi grunnur og T kemur inn á milli. Það er svo að segja fyrst sætið 187 finnst ekki í þessum skammstöfum ARQ en einlega bak við þetta. Það verður að skrifa svona á milli og það verður líka gert aðeins minna, þannig að svona lítur það einlega út ef maður skrifa þetta vísindalega rétt. Kannski hafið séð það, en það er auðvitað mjög, já, einlega ekki þægilegt að skrifa og þess vegna notum við venjulega bara þetta 187 og það er það sama fyrir hina breytileika. Það er nákvæmlega eins. Og höfum það bara hérna núna, SN er það sama fyrir M88 og segjum kannski hérna, nei, það er sama hérna, RC er 151 og RH er þetta fyrir AHQ og
ef við höfum þetta með ARR, þá lítur það þannig út, bara afblendið á móti ARQ. Ef það afhreint hins vegar, þá lítur það þannig út, vaff, ef þetta við 186, tvöfalt vaff, svo segja, en restin eins, það það hérna vaff. Og nákvæmlega eins virkar það hjá hinum breytileik, segjum kannski þetta, og svo framvegis. Það kannski einfalt að hugsa sér NN er það afhreint 188, CC og svo höfum við hérna HH og í lokin er R sem er ennþá mjög sjaldgæft. Ég held að sé nákvæmlega 3 rútar í landinu sem er allir á Þernesi nema einn sem er farin núna á Spuð, en það breytist auðvitað fljótlega næsta vor. Svona er þetta sem yfirlit, bara svona sem dæmi hvernig það virkar. Ef þið sjáu þessar töflur, þar sem þið getið fengið yfirlit í fjarvís, ef þið farið í grípaleik og bara, já, alla hjörina til dæmis eða ákveðna grípi, þá er hægt að sjá þetta hægri megin þessum dokkum, þá er það svona nokkuð megin augljóst hvernig samsetningin er í þessum grípum. Já, ég kíkja aðeins hérna inn hvaðan kemur, ég ætla aðeins hérna að kíkja á þetta, en það kemur ekkert meira því miður. Kristín, ertu þarna? Það sem ég sé hana ekki. Kristín? Ekki? Já, því miður, en þá er það bara þannig, ekki haft það, ef hún kemur upp, þarna, Kristín, ég heyri ekkert ennþá, þú þarf að, já, núna, frábært. Ok, þetta er í, ég er ekki alveg að fatta þetta í. Já, í, hvað er það að minna? Þú kemur hérna með inn í formúluna. Er það að minna hérna á blaðinu? Nú sé ég ekki neitt. Já. Þetta er eitthvað voðalega leiðilegt að eiga við þetta hérna. Einmitt. Þú kemur hérna í röðun hjá þér, sko, þá kemur inn í. Ég er svona fyrir mig á, hvaðan kemur það? AI? Ég finn þetta satt að segja ekki. Ok. Geturðu sýnt mér hvar? Nei, ég er bara út úr kú hérna í þessu dæmi, sko. En þú að meina þessa töflu sem ég var að búa til síðast hérna í Word eða? Já, ég var að meina það. Það sem það einu sem ég sé núna er, en það er í rauninni bara talan, númerið 1, en ég held það sé ekki það sem þú að meina. Ok, er þetta kannski 1? Ok, ég kannski að lesa þetta sem I. Er þetta 1? Já, ég skil. Þetta verður svona, sem það eins og það væri ekki 136, heitur E36. Varstu að meina það? Það gæti verið það, sko. Já, ef þú finnur það aftur, þá máttu spyrja aftur. Já, ég sjá ég það bara skoða þetta betur hérna. Ok, þetta T137 ARQ. Já, ok, þá kemur það þar. Já, ég skil núna hvað það er að meina. Já, einmitt. Já, sjálfsagt. Það sem hitt er aftur að flytja út eins og svona venjulega stafi og aftur einhvern veginn þessi tala. Já, ég skil núna að hverju ég las þetta sem I, sko. Þetta er 1. Já. Núna ég koma fleiri, bara höfum fleiri þessara. Akkurat. Nákvæmlega. Það er kannski ekki þannig. Flott. Það er U og hérna er ARQ. Já, akkurat. Mitt kannski vistu ég þetta strax. Já, einmitt. Já, fleiri spurningar í þessu samhengi.
Kannski er mikilvægt að nefna líka einhverjar samsetningar sem það vantar ennþá. Núna er allt blendið á móti ARQ, en það er auðvitað bara miklu meira til. Til dæmis ef hérna væri AVAF, en hérna væri MT, en restin er eins. Þá er þetta nefnilega bæði VAF-RQ og 1087. Skrifa núna svona megin þar sem hérna er stökkbreyting í sætinu 136 og það er stökkbreyting í sætinu 157. Það er hægt. Og það er einnig ekki hægt nema 2 stökkbreytingar. Það er líka mikilvægur punktur. Ef þið sjáu einhvern tímann í einhverjum afgreiðgreiningum hjá ykkur að það sé fleiri en 2 mismunandi breytileikar, þá er það líka tæknivilla og þá er nauðsynlegt að hafa samband við RML. Guðrún Hildur sem sér svona vandamál. Það er nauðsynlegt þá að endurtaka greiningu úr þessu sýni. Það getur ekki verið rétt. Það getur ekki verið ein stökkbreyting á, svo að segja, kynjasamsætunni, þess vegna 2 samtals, ekki fleiri. En 2 eru hægt og kannski er gott að segja eitthvað þetta sem margir spurðu mig líka hvað á ég að gera með svona lamb. VAF-RQ er auðvitað þekkt sem áhættu, svo að segja áhættu gen eða hvernig það var alltaf kallað og það er rétt, þessi breytileiki er mjög næmur. Hins vegar er T187 mjög mikið verndandi og það er þannig að það jafnar sig svona vissuleyti út varðandi þennan grip en þessi gripur hefur þann kost að hann erfi áfram þetta T með 50% líkur. Ef maður til dæmis með rút sem er með VAF-RQ og með 1087, það eru 50% lambanna hans með 1087 og það er frábært ef maður ætlar að rækta það. Þess vegna myndi ég segja, ef maður ekki á einhverjum virklega á ríðubæ, þar sem bara nýkomið uppríða eða bara sem sagt maður ekki með rétt, nýbúin að losna á einhverjum svo að segja kvöðum, þá myndi ég kannski ekki mæla með því, en bara á öllum hinum bæjum er það mjög dýrmætt að eiga svona grip bara til að fá 1087 út á honum. Maður getur sett á öll lömbin sem með T en ekki með VAF og bara sendi í sláturhús öll lömbin sem með VAF-RQ og þá er það mjög einfalt að leysa. Maður verður bara að afgreina lömbin, það er auðvitað nauðsynlegt. En það er líka nauðsynlegt ef það væri bara venjulegt ARQ á móti. Það er mikilvægur punktur, það er það sama einlega ef það lítur þannig út. Nei, ég ætla að skrifa AVAF hér og hérna er það þýðir nefnilega að þetta er VAF-RQ ARR. Það er það sama. ARR er það dýrmætt að það ætti að nota innan grip til að framleiða lömb með ARR, 50% líka á því að það koma út lömb með ARR og bara senda öll lömb í sláturhús sem með VAF-RQ, sem svo að segja hinn helmingin. Það er eitthvað sem augljóst. Það var kannski pínu ruglandi núna í fjarvís, það var nefnilega appelsínugult sem leit út eins og það væri hættulegt, sem auðvitað að vissuleyti rétt, en ekki ef maður skoðar þetta á þennan hátt að líkurnar að fá eitthvað sterklega verndandi úr þessum grip í afkvæmunum eru 50%, þá er það einlega ekki lengur hægt að segja að þetta er appelsínugult. Svo það er mjög gott að þetta litakæri breytist í framtíðinni. Það er það augljóst, það lítur þannig út að það er þá rautt og dökkgrænt saman og þá verður það, segjum bara svona, það verður strax augljóst að það er eitthvað mjög gott á móti, ekki bara eitthvað sem er hættulegt. Og eins með AHQ og eins með 151, það er það sama líka. Það eina sem er meira hættulegt er N188, það var eitthvað sem ég sagði upphaflega. N188 er með ákveðna vernd, en hún er ekki það sterk að hún nær að jafna út VAF-RQ áhrif, svo að segja. Það kemur bæði fyrir N188 og VAF-RQ,
það líkurnar tillega miklar að það komi fram riða ef það eitthvað smit í umhverfinu. En ef þú setur AHQ á VFRQ? Það svipað og með ARR og 287. Það myndi ég nota þennan grip saman til undaneldis sem sagt að búa til lömb með AHQ. Það eins. Ég bara kannski bætt þessu við. Það aftur þetta á AVF, MMSS, RR og svo RH. Það bara fínt. Allavega til að nota það til að búa til lömb. Og markmið ætti auðvitað að vera með tímanum, það gerst bara sjálfkrafa, að útrýma ARQ og VFQ úr hjörðinni, en það gerist sem sjálfkrafa ef maður setur bara á lömb sem eru svo að segja með hinhelminginn, með AHQ og með ARR eða með 287. Sem þá það bara að deyja út sjálfkrafa án þess að þurfa að senda í sláturhús þessa gripi sem eru með eitthvað dýrmætt að nota. Þannig að maður það vilja ekki hafa neina áhyggjur af því, eitthvað bara, 8, 9 ára eða 10 eða hvað maður lætur kindurna lengi lífa ef það rútuða auðvitað stýtra. Þannig að það eitthvað sem ekki vandamál. Það kannski þetta. Það bara fyrst grænt og svo hitt. Já, skulum sjá hvað ég var með eitthvað annað í skjalinu. Já, einmitt. Til dæmis, það var nefnilega einn gripur sem var bæði með CRC og ég get bara búið til þetta hér. Það leit þannig út. Og það auðvitað bæði N188 og 751 saman. Og það strax að breyta litina. Það sem þetta saman, þetta var í blátt. Og þetta grænt. Og þá það strax bara mjög fínt. Það sem kannski muni eftir því, opna þetta aftur. Það þetta, hérna, ljósgrænt og blátt. Og svoleiðis gripir má flytja á milli hjarða og það verður ekki skúrið niður. Þannig að þá maður í mjög góðum málum, þetta mjög sterklega vernd og það miklu betra dæmis en að hafa 701 og ARQ saman. Þetta hérna, það auðvitað þannig að C grænt en ARQ í rauninni, maður gæti kalla þetta appelsínugult. Það fer eftir því hvaða riðustofn virkur á viðkomandi svæði, hvort það eins hættulegt meira að segja og VFQ, eða meira að segja hættulegra. Það eitthvað sem maður vissi ekki áður en við fórum með þessar rannsóknir. Ein mikilvæg niðurstaða var til dæmis að á Stóru-Ökrum, þar sem riða var 2020, var smitefni þannig að það smitaði miklu frekar ARQ-kindur en VFQ-kindur, eða meira að segja VFQ-afræna, VFQ-kindur smitust ekki. Og það eitthvað sem kom mjög óvart og sem líka þessi vísindamenn sem eru að vinna í útlöndum sem voru, sem fannst þeim mjög áhugavert að það sé virkilega munur á því að þessum smitefnum og að þessi smitefni geta líka þróast, aðlagast í gegnum tímann. Riðan hefur verið mjög lengi í Skagafirði og það mjög líklegt að það virkilega aðlagaðist að ARQ-kindum og þess vegna það þar allavega á þessu svæði ARQ eins hættulegt og maður hugsaði áður þessi afgjör sem kallað áhættuafgjör sem VFQ-afrænu formi.
Og þess vegna getur maður sagt, ef maður getur valið á milli tveggja grípa, annarkvort 701 og ARQ og 701 og N98, þá er þessi hérna með N98 á móti í öllu falli miklu betra en hinn. Þar sem hérna er þetta gula á móti, hérna er þetta bláa á móti og það ætti að vera markmið í rauninni að losna við ARQ og við VFQ ægulega úr hjörni eins rætt og hægt auðvitað verður maður ekki að senda svona gripi í sláturhús ef það eru fullorðna kindur, en ef það er hægt, þá væri betra að setja ekki á gripi sem eru afreina, lömb sem eru afrein fyrir ARQ og alls ekki með VFQ. Og þar með gerist það bara sjálfkrafa að sem sagt bara blátt og grænt vera eftir og ef það skyldi nokkurn tímann koma upp ríða þá eins og sjáið hér, það gerir ekkert til. Þessum þá er það kannski einn gripur sem er næmur, sem er kannski þá eitthvað þessum síðustu kindum sem eru með ARQ, eða með eitthvað VFQ, en allir hinni gripir sem eru þá með eitthvað ljósgrænt eða dökkgrænt eða blátt saman við þá verður ekki skorið niður og maður missi í rauninni mjög lítið. Það er sérstaklega á ríðusvæðum ætti það að vera markmið til að vera virkilega örugg. Já, sjáum til hvað hérna eitthvað meira. Já, það var til dæmis ein spurning, ég held Rönn, þú varst það sem kom með þessa spurningu, hvort er betra að vera með AHQ, brút eða ARQ sem breytileika 387. Það er líka þetta sem er ARQ 387 og ARQ. Og ég svaraði að það sé einlega bæði er mjög gott. Ég myndi helst nota báðar úta, þar sem það er tvei mismunandi breytileikar, eitt er AHQ og hitt er 387. 387 er mjög sjaldgæft en þá AHQ er algengara, en báðir breytileikar eru með mjög líklega sterka vernd. Og þess vegna er gott einlega að nota svona gripi inn í báða. Sérstaklega ef 387 er ræða þótt það sé allt blendið. Þetta hérna, það er einlega þessi rútur sem var ræða ef hann var með þessa aðgerð. 50% lampana verða með 387 og það er mjög dýrmætt að fjölga þessum breytileika. Já, það var svona það helsta sem ég var með á listanum. Já, góða kvöldið, Eyrún heit ég er konan hans Bjarka. Já, nákvæmlega, einmitt. Við búum hérna Hárafellstungu í Öxarfirði, erum inn á líflamba sölusvæði. Einmitt. Og erum að fara í verkefni í sambandi við ARR og forystuféð. Mér datt það rétt í hug. Getur þú sagt eitthvað meira um það? Það væri auðvitað spennandi fyrir hópinn. Að tala eitthvað um það? Já, eitthvað verkefni, ef þú nennir. Já, þetta er samstarf milli okkar og tveggja annarra bæja í Þistilfirði. Þetta verða trúlega 17 forystuær sem að verður haldið undir ARR-hrúta núna í haust og hérna, já, þetta verður bara gert skipulega. Við fáum út úr því 50% blendinga þeir sem erfa ARR verða settir á. Planið er að stiga blendingslömbin eftir forystufjárskala á haustin til að ná þeim bestu í áframhaldandi ræktun og halda svo blendingum við 100% forystufé til að teyma þetta áfram, þangað til að í svona 3. 4. kynslóð getum við farið að halda þeim aftur saman. Halda ættlínunum aftur saman til að fá arfhreint ARR í forystuféð og í framhaldi því planið að senda hrút á stöð. Frábært, já. Magnað, líka hvað það gengur rætt, það er svona eitthvað að gera markvisst. Já, helmingunarhraðinn á hérna í fyrstu kynslóðunum er svo mikill. Það segir að það tekur ekki nema 4 kynslóðir þá ertu komin yfir 90%. En til að ná yfir 99,9 þá þarftu 10 kynslóðir.
Það hægist svo svakalega á helminguninni þegar hlutfallið er orðið svona hátt, sko. Já, nákvæmlega. Já, en þessi skala sem þú ert að nefna, hvernig lítur það út? Eða eftir hvaða eiginleikum þið að velja þá? Þetta er komið held ég inn á fjárvís. Ég reyndar náði ekki að skrá þau sem voru stiguð í haust. En það er mældur fótleggur og gefið einkunn fyrir sköpulag og þau voru rekin eftir krónni og tekið í hornið og eitthvað svoleiðis, sko. Já, já. Það voru ráðunautar sem sagt komu og dæmdu þau.